Núna ætlum við að fjalla rafsegulfræði. Þetta 14. kaflinn. Í síðasta tíma þá tókum við 13. kafla fyrir segulmagnið, en núna sjáum við hvernig við getum útbúið spólur og slíkt, rafsegla. Og hérna sjáum við að ef við sendum jafnstraum, þetta jafnstraum vegna sér, eða á einhverju augnablikki, meðan að plús hérna megin við leiðarann og mínus hérna megin, það mismunandi hleðslur á endunum við enda þessa leiðara, að þá streymir rafstraumur hérna og þá myndar hann segulsið umhverfis leiðarann. Og með hægri hendinni þá getum við tekið utan leiðarann og við getum bent í þá skilgreindu átt sem straumurinn fer. Hvað skilgreindu straumur? Matthías, hvað skilgreindu straumur? Frá hvaða pól til skilgreindu straumur, hann fer frá plúspól, til mínuspól. Menn þurftu að ákveða þetta fyrirfram vegna þess að menn vissu þetta ekki. Því að svo komið þeir að því að rafeindastraumurinn hann fyrir hina leiðina. Rafeindirnar fara frá mínuspól til plús. En við notum mikið skilgreindan straum, og það líka alls konar rafmagnstákn eins og í díóðum og í transistorum, að við erum að sýna straumátt skilgreinds straums, og þess vegna þurfum við að nota hann mikið í teikningu að lestri og slíku. Þannig að skilgreindur straumur fer þá hérna í gegnum leiðarann, og þá það þumalfingurinn á hægri hendi sem að vísar í þá straumátt skilgreinds straums frá plús til mínus, og þá það hinir fingurnir sem að sýna þá stefnu segulsviðs kraftlínanna umhverfis leiðarann. Svona, nákvæmlega. Og eins og þið sjáu hérna stefnuna á myndinni. En maður stendur í hinum með leiðarann. Þá tekum maður bara öðruvísi leiðarann, vegna þess að það alltaf þumalfingurinn sem að sýnir stefnu skilgreinds straums. Það málið. Ok. Og hér aðeins spurning svona smá skilgreiningar. Hér leiðari sem flytur rafstrauminn 3 ampere, og við getum reiknað út hvað segulsvið í 10 cm fjarlægð mikið, og þá getum við sagt hérna að við deilum upp í þessu 3 ampere með pi sinnum r, og r-ið sem sagt þessi 10 cm fjarlægð, og og þetta í metrum, radius fjarlægðin, og þá fáum við út að þetta þessi 4,77 ampere metrar, eða ampere á metr. Þannig að segulsviðsstyrkurinn gefinn í ampere per metra, og stefna segulsviðsins fylgir þá skrúfureglu, og það einhvern veginn hægt að líka því eftir því að þá hérna eins og venjulegur skrúfgangur þá ferðast segulsvið umhverfis leiðarann þannig. En hérna segulkraftlínurnar, þær alveg lokuð hringrás. Hægri handarreglan, straumstefnan samkvæmt þumalfingri hægri handar. Þetta skilgreind straumstefna, og hinir fingrarnir tákna þá segulsviðs kraftlínuna. Ok, við höfum búin að skoða þetta, en þetta með þessari mynd af hendinni. Og síðan annað hugtak, kraftlínu þéttleiki, B. Það þannig að segulsviðsstyrkurinn H háður straumi, I formúlutákn fyrir straum, og fjarlægð frá straumnum. Og þannig að segulkraftlínu þéttleikinn B, það háð efninu umhverfis leiðarann líka, og það sem sagt segulleiðni stöðullinn μ
er hérna. Þetta er my, já, þetta er grísku bókstafur, eða ekki? Já. Og við þurfum að nota, við erum svo fátæk af táknum, þess vegna þurfum við að nota my. Og en við höfum seguleiðina fyrir loft og margföldum það sinnum há til dæmis til þess að fá hérna seguleiðina sem að er 4 sinnum pi sinnum 10 mínus 7. veldi fyrir loft og tómarúmið. Það er voltsekundur á ampermetra. Það er einingin fyrir þetta, en við erum ekkert að reikna neitt ofboðslega mikið í þessu, en kraftlínu þéttleikinn er þetta my sinnum há. Seguleiðinni stöðullinn sinnum há er kraftlínu þéttleikinn. Þá skulum skoða hérna áfram. Þá er spurt hérna hver er segulkraftlínu þéttleiki umhverfis leiðara með 3 ampera straum í 10 cm fjarlægð í lofti. Og þá er hægt að nota þessa formúlu sem við vorum að kynnast og margfalda saman seguleiðinni stöðu lofts sinnum þetta há sem við skoðum útreikning á fyrst, sem var 4,77 ampermeter. Og niðurstaðan þessari margfaldun fáum við út að þetta er 60 sinnum 10 í mínus 7. veldi voltsekundur á fermeter. Ok. Og einingin voltsekunda, hún er líka kölluð Weber. Þannig að það eru svona alls konar hugtök ný og einingar sem við erum að læra hérna. Og hér er annað. Kraftlínu þéttleikinn í dæminu er þess vegna B, það er 60 sinnum 10 í mínus 7. veldi Weber á fermeter. En einingin Weber á fermeter er oft kölluð Tesla. Og ef við setjum þetta í samhengi þá getum við sett þetta upp sem í metrakerfið, þannig að við segjum að 60 sinnum 10 í mínus 7. veldi Tesla eða 6 sinnum 10 í mínus 7. veldi Tesla, það eru 6 mikroteslur. Það er þá kraftlínu þéttleikinn í þessu dæmi. Ok, nú segursvið í spólu. Við vorum aðeins að fjalla þetta í verklegu í morgun og þá sjáum við hérna á þessum myndum hvernig segulkraftlínurnar, þær eru lokuð hringrás og liggja frá norðurpól rafseguls í gegnum loftið og inn í segulpólinn og loka hringrásinn í gegnum kjarnan að norðurpólnum. Þannig er hægt að segja að segulkraftlínurnar sé alveg lokuð hringrás. Og hér sjáum við svona lykkju sem að við gætum líka litið á sem þetta gæti þess vegna verið bara eitt vaf í spenni. Til dæmis í raunveruleikanum þá erum við bara með einn leiðara í gegnum amper spenni sem að hérna er svona mælitæki eða það er svona spennir sem að tekur í rauninni og lækkar hlutfallið á straumnum til dæmis á framreiddri raforku eða framleiddum straum, og í eftirvaf á slíkum spenni getur verið fleiri vafningar, þannig að við getum sett hlutfall af straum út á venjulega mælitæki eins og straummæla og slík, og þá er þetta kallað straumspennar sem að getur bara verið með til dæmis einum leiðara í gegnum miðjuna. Og
hér dæmi straumspenni sem ég get sýnt ykkur hérna live og það fer bara einn leiðari hérna í gegn en við erum með ákveðið hlutfall hérna þannig að við getum verið með hlutfallið til dæmis 300 ampere í gegn á móti 5 amperum út á mælitæki þannig lækkum við hlutfallslega strauminn með svona mæli og þetta vegna þess að við höfum það segulsvið og þetta getum við bara gert þegar riðstraumur því að það þá breytilegt segulsvið sem spanar upp spennu í og strauminn í eftirvörðinu og hérna sjáum við dæmi loftspólu þar sem við ekki með neitt kjarna inn hérna í þessari neðri hluta hérna það bara spóla hérna í þessu og kjarnin yfirleitt E-laga við eigum svoleiðis kjarna hérna inn í tilraunastofu hjá okkur en ef við höfum engan kjarna þá verður talsverður straumur í þessu og ef við værum með riðstraum á þessari spólu þá myndi straumurinn í gegnum spóluna minnka mjög mikið ef við myndum loka kjarnan en þetta dæmi loftspólu sem sagt og aðeins varðandi segulsvið í spólu því má líka í rauninni við stangarsegul eins og við sáum hérna þetta rauninni stangarsegul hérna það stendur hérna stab magnet þetta stangarsegul og en þetta segulsvið það kemur alveg út eins og segulsvið frá stangarsegri að þær koma út úr spólunni við norðpól fara inn í spóluna við suðupólinn og við erum að tala spólu sem að nákvæmlega þetta hérna þessi hluti hér þetta rafsegull eða spóla hérna hægra megin og síðan segulsvið styrkur í spólu fer eftir byggingu hennar sem sagt segulsvið styrkurinn réttu hlutfalli við strauminn sem fer í gegnum spóluna og vafningafjöldan en síðan hefur lengdin áhrif á það þannig að H-ið segulsvið styrkur I-ð þetta formúlutákn fyrir straum í amperum svo höfum við N-ið fyrir vafningafjölda vafana í spólunni en L-ið hérna fyrir neðan það lengd spólunar svo að hérna þá hægt að setja inn stærðir til að reikna út segulsvið styrk þess vegna ef við viljum það nú segulkraftinu þéttleiki í loftspólu þá hægt að hérna setja það upp með þessum hætti af því að við vorum með H-ið hérna áðan sem sagt H-ið og H-ið þekkjum við þá svona sem vafningafjöldan sinnum strauminn deilt með lengdinni þá getum við bara fundið segulkraftinu þéttleikan með því að margfalda sem sagt segulleiðni stöðulinn sinnum H-ið og þannig að B kraftlínu þéttleikinn og svo þetta allt saman sem við þekkjum I straumstyrkurinn en vafningafjöldin og L lengd spólunar þannig að þá getum við reiknað þetta út verið með einhver ákveðna spólu og fundið þetta út við getum tekið dæmi við erum með spólu sem hefur 100 vafninga og við erum með 10 cm lengd á spólunni og straumurinn 3 ampere við vinsæll þessi 3 ampere straumur en þannig að við getum sett það inn í þessa formúlu hérna og þá fáum við út hérna var N-ið 100 sinnum 3 ampere 100 vafningar sinnum 3 ampere deilt með þessum 10 cm hérna þá fáum við 3,77 millitesla það ekki? Þetta ekki millitesla? Sinnum 10 mínus 3 veldi það milli já. Þannig það þannig getum við fundið það út ef við þurfum að reikna svona lagað út við hins vegar í þessum áfanga þá reiknum við ekki rosalega mikið út þessu það getur verið að í framtíðinni verði farið dýpra í þetta en síðan hérna
kemur fram hérna segulkraftlínustraumur φ í spólu. Það segulkraftlínu þéttleiki sinnum flatamálið sem að segulkraftlínuna fara í gegnum. Og þá getum við margfaldað þetta sem að þessar stærðir sem við erum búin að kynast og sinnum flatamál spólunar. Og það getur vel verið að við getum sett það inn í þetta dæmi hérna. Við reiknum út hérna þverflatarmál þá spólunar fyrst hérna og hérna þvermálið 2 cm, þannig að þverflatarmálið þá hérna 0,000314 fermetrar. Þau þurfum að nota fermetra inn í formúluna hérna niðri. Og B, segulkraftlínu þéttleiki spólunar, það var þessi hérna 3,77 sinnum 10 mínus 3 Tesla eða Weber á fermeter. Og þá hérna ef að þá segulkraftlínustraumurinn þverflatamál spólunar þessi hérna 0,000314 fermetrar. Þá margföldum við þetta saman, þéttleikan sinnum þverflatamálið. Þessi fyrri tala hérna B, kraftlínu þéttleikinn, og seinni talan þverflatamálið. Þá fáum við út úr þessu Weber hérna 1,18 sinnum 10 í mínus 7 veldi Weber, eða 1,18 mikroweber. Ok, þetta bara rétt kynning, við þurfum ekki mikið að nota þetta. Við erum með eina æfingu svona, eða eitt dæmi í dæmunum í bókinni sem við förum í gegnum útreikninga aðalega á held ég seguleiðinni eða eitthvað slíku. En hérna sjálfsbáðanstöðull spólu, hann byggður svona upp og við förum að nota reyndar aðra formúlu varandi sjálfsbáðanstöðull spólu þegar við notum hérna viðnám eða XL spólu. Þá erum við komin með resistans fyrir spólu eða viðnám spólu. Sjálfsbáðanstöðullinn, hann í rauninni kennistærð spólunar eins og í raunviðnámi þá R kennistærð mótstöðu, raunviðnáms. Raunviðnám og spóla eru hérna í rauninni svona tveir ólíkir hlutir, en það raunviðnám í spólu. Vitið þið hvaða hluti af spólunar raunviðnám? Þegar stórt spurt fátt svör. Nei. Já, jú, það hluta til í kjarnanum þegar við erum með riðströmm. Já, en það vegna sem sagt segultregðunar í kjarnanum sem við fáum smá varma og það raunviðnám. Það kemur út fram sem raunviðnám. En við höfum annað raunviðnám í spólunni sem náttúrulega bara efnið í vírnum í spólunni og sem að í flestum tilfellum eirinn. Og við vitum eðlisviðnám eirs og eftir í bara hvað hún löng, þá fáum við ákveðið viðnám í spóluna sjálfa. En hérna höfum við sem sagt vegna stærðar spólunar, vafningafjöldans og straumstigsins, þá getum við líka fengið fram sjálfsbáðanstöðu spólunar. En oft á tíðum þá vitum við ekki sem sagt segulmagnið, sem sagt phi. Þannig að hérna þess vegna notum við þessa formúlu í þessum áfanga í rauninni ákala sjaldan nema bara til þess að vitna í hana út frá stærð eða straumstigs, vafningafjölda og svoleiðis. Þannig að það í rauninni meira sem við erum að nota XL samansöfn til pi sinum f sinum L. Þá getum við einangra L úr þeirri formúlu.
en hér er sjálfsbæðarstöðullin stóra L, I er straumstyrkurinn, stóra N er vafningafjöldin og Phi er segulmagnið eða segulkraftinu straumurinn. Ok, skoðum þetta áfram og við getum þá reiknað út við vorum komin með þessa stærðir í útreikningana hjá okkur áðan, að þá getum við fundið út sjálfsbæðarstöðulinn vegna þess að við vorum búin að reikna 100 þá voru 100 vafningar í spólunni og við vorum með 1,18 mikroweber og deilum með þessum straum 3 amperum og þá fáum við út sjálfsbæðarstöðu spólunar sem er 3,95 sem 10⁻⁵ veldi Henry, en við gætum líka sagt að þetta væri 39,5 mikrohenry, ekki satt? Þá er það sinnum 10⁻⁶ veldi. Eru þið ekki búin að æfa ykkur í þessu fram og tilbaka? Færa, já, búin að æfa ykkur í þessu alveg í rámsæði 100 og svo framvegis. Síðan já, er minnst á eininguna fyrir sjálfsbæðarstöðulinn. Það er stórt H, en við köllum það Henry vegna þess að sá sem að vann mikið í þessu hét Henry, einn af þessum frumkvöðlum. Og þá sjáum við bara mismuninn á loftspólu og rafsegli eins og við köllum hann. Spóla með járnkjarna er rauninni kallaður daglegu tali rafsegull og við getum fengið meiri kraftlínu þéttleika þegar við erum með svona járnkjarna. Nú, svo er þarna segultregða. Hér er talað það sem að kemur fyrir vegna þess að við erum með mismunandi mikla segultregðu í efni, til dæmis hvort að járn er deigt eða mjög hert eins og stál og slíkt. En skoðum þetta aðeins, að í lofti er segulsviðsstyrkurinn H og kraftlínu þéttleiki B í réttu hlutfalli, en í járni er mjög margfalt stærra, en B getur ekki orðið óendanlegt. Sem sagt að við fáum þennan segulmettun, svokallaða. Svo að þetta er mjög fyrir loft. Þetta er stærðin fyrir loft. Og reyndar þá erum við ofta að nota aðra einingu á þessu, en við skoðum það seinna. Og þetta er svona sett fram með því að hafa B á láréttan ás á lóðréttan ás og H-ið á láréttan ás til að túlka segultregðuna. Og erum við að skoða þetta til dæmis þegar við erum með riðspennu. Þá þarf efnið að snúa við seglinum og þá sjáum við að þetta kostar ákveðin orku að snúa við grunnseglunum í efninu. Svo er líkur milli rafstraumsrásar og segulrásar. Við getum sagt að spenna sé straumur sinnum vindingafjöldi og við getum sagt að straumurinn sé eins og kraftlínustraumur í segulrás. Og viðnámið er segulviðnám, er oft merkt með S-i, RS, og það er samkvæmt þessari formúlu hér. Það er lengdin deilt með mýsunum A, sem er þverflatamál. Ok, skoðum, það er kannski ekki farið dýpra í það, en þarna við notum ekki þessa mjög mikið, þessa reglu hér, en hún er sett fram. Kraftáhrif á straum fara að leiða í segulsviði og
þetta krafturinn F og hér segulkrafturinn þéttleikinn B sinnum I straumurinn í gegnum leiðarann sinnum lengdin á leiðarann og þetta getum við sett okkur inn í að I-ið straumurinn B-ið segulkrafturinn þéttleikinn og þá F-ið krafturinn en við höfum ekki fjallað mikið þetta og þetta síðasta glæran í þessu þannig að nú bara að svara þessum spurningum í kafla 14 og leysa síðan heimaverkefni 2 þá ætla ég að stöðva þessu upptöku